Já, Óskar, sigur í dag. Það sanngjarnt? Mér finnst það, já. Mér finnst það. Við skoruðum 3 og það skoruðu 1 og þær eru miklu meira með boltann í leiknum. Við vissum að það getur verið niðurstaðan eftir leikinn. Þær eru glæfa Vesco tölfræði sem talar að possessionið og XG eitthvað bleið. Já, mjög sanngjarnt. Bara mjög sanngjarnt fannst mér. En fyrir þessi mörk, frammistaðan heilt yfir, hvernig finnst þér hún? Við fáum fullt af tækifæri til að skora fleiri mörk. En við getum alveg klárlega betra boltann í momentum með leiknum og við erum fyrir áleika erum við mikið að flýta okkur. Við erum ekki ná að við þurfum að tekja fleiri sendingar inn á miðsvæðin og koma miðmönnum okkar aðeins meira á boltann í fyrir áleik. Svo bara í seinni áleik fyrir aðeins og fljótt að fara eitthvað svona að halda í og aðeins og fljótt að droppa of neðarlega. Það er ekki gott en varnarlega náttúrulega erum við bara mjög góðar. Þannig að við leiðum varnarleiknum að sigla þessu heim síðustu 30 mínútur og það er gott. Það er þá vilja eftir þessi 3 mörk, þeir vilja bara stíga meira upp, stíga meira áður og skora fleiri. Já. Og en eins og leikurinn í dag, er þetta svona uppleggið sem þið viljið spila þá í sumar? Hvað meinarðu? Þú veist, hvernig leikurinn spilast í dag? Já, leikurinn spilast í dag. Nei, þú veist, við viljum auðvitað meira hafa boltann. Breiðablik einnótaði boltann mikið í leiknum í dag og það er líka bara leikurinn spilast, þannig við komum snemma yfir. Við okkur líður vel án boltans, það vita það allir sem að spila við Stjörnuliða að þær eru góða varnarlegar og við þurfum klárlega að vera betri að fá opnari tækifæri. Í dag, þá við getum talið allavega 3 dauðafæri sem við klúðum í dag. Það kemur eftir góða transition-sóknir sem að við vinnum boltan neðarlega, erum mjög markviss og skilvirkir í því sem við gerum og við erum góðar í því. En við þurfum klárlega að vera betri að halda í tvöruna. En mér er bara drullu sama með að liðið spilar eins og spila í dag án boltans. Allt effort og commitment og kraftur og trú, allt upp á 10,5 stafnum og mér finnst það bara, þess að segja mér finnst það bara mjög sanngjarnt sigur því að það er ekki á líf og sál í verkefni og það er komin út af búnar á því og lögðu allt í leikinn og það er oft bara þenni í fótbolta, að leggja meira á næstækurinn og þá getur við farið vel fyrir það og í dag fannst Stjörnuliðið sé miklu meira framöndan en Breiðablik. Ekki að taka nýtt af Breiðablik, frábært fótboltalið, vel þjálfað, Jeffsy, búinn að gera vel með þar og þær tapa ekki mörgum fótboltalið mér en bara ég fannst bara liðið sem vildi vinna leikinn, vann leikinn og það kemur niður á leikmönnum en á öllum sem taka þær ákvarðanir og þar var Stjarnan að mínu mati kaldara sæti. Þið skorið 3 marki, það fá okkur fljótt á okkur mark. Já. Var ekkert stress? Jú, ég ætla ekki að vera, það var stress, það var, og bara Ása skoraði og hún er náttúrulega bara stórkostlegur leikmaður þannig að þú gefur henni eitthvað smjörþef á einhverju bráð og þá veist að hún getur getið í lifandi og það er alltaf hættulegt af því við vorum búin að vera með þeirra helstu líkilegum í kjörgæsli allan að leik og stelpurnar voru að leggja sig mjög vel fram varnarlega að loka helstu hættu Breiðabliks en jú, það fór mig en svo bara töffarnir sem er í þessu liðinu það er bara drápu þessu áhugi mínu mjög hratt þegar ég sá bara næsta návíu og næsta kontakt og næsta moment og næsta, og ég fengur svo bara færi í kjölfarið þannig já, það fór mig en ekkert of lengi því að svo fórum við bara aftur á stað og við létum þessa blautu tusku andlitið ekki hafa áhrif á okkur, stelpurnar heldur bara áfram, það er auðvitað í heimi að setja áhrif bát og fá annar mark á sig og gera leik úr þessu en við gerum það ekki, fannst mér og það er mikið styrkingmerki, finnst mér.